Komið sæl og velkomin í Spursmál. Þriðjudaginn 19. nóvember. Það ekki nema 11 dagar til kosninga og margt spennandi að gerast á stjórnmálasviðinu, nema hvað. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir næsti viðmælandi minn af leiðtogum stjórnmálaflokkana. Hún verður hér seinni í þættinum að fara yfir stefnumál Viðreisnar, hvernig hún sér fyrir sér mögulegt stjórnarsamstarf að loknum kosningum og þar fram til götunum. Svo á föstudaginn fáum við svo Sigurð Inga Jóhannsson til okkar. Það verður spennandi að sjálfsögðu. En hingað koma áður en Þorgerður kemur. Þeir Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmálafræðiprófessor og Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson sem doktorsnemi í tölfræði. Hann ætlar að sýna okkur nýtt tölfræðilíkan sem að spáir fyrir það hvernig kosningarnar fara þann 30. nóvember. Allt saman spennandi, fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þeir njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbusævintýraferðir. Skiptir íslenska máli? Það finnst okkur. Allir geta valið íslenskt notendaviðmót í sínu snjalltæki, svo lengi sem það frá Samsung. Flippaðu yfir. Það hefði Jónas Hallgrímsson kunnað að meta. Við köllum eftir ábyrgum ríkisfjármálum fyrir íslensk fyrirtæki og heimili. Beinum athyglina að því sem skiptir máli. Höldum okkur við aðalatriðin. Samtök atvinnulífsins. Þá eru þau komnir hingað til mín, Eiríkur Bergmann Einarsson, prófessor í stjórnmálafræði og Brynjólfur Gauti Guðrúnar Jónsson sem tölfræðingur, doktorsnemi í tölfræði við Háskóla Íslands og þeir ætla að ræða hér pólitíkina út frá ólíkum sjónarhornum. Velkomin báðu tveir. Takk fyrir. Ég myndi ljúga því ef ég segði að ég hefði viljað fá þig, Brynjólfur, hingað sem fyrir landsliðsmann í rúbí en sem sérstakur áhugamaður rúbítreyjur, þá verði ég að taka það fram að þú hefur keppt fyrir Íslands hönd í þeirri merku íþrótt. Já, algjörlega. Ég fór tvisvar en íslenska landsliðið hefur farið oftar. Við spilum 7 manna rúgbí sem á Ólympíuleikunum og við fórum og þau fara árlega á eitthvað sem kallast EM í rúgbí en EM í deildum. Við erum í neðstu deildinni með löndum eins og Austurríki, Bosnía var með okkur og eitthvað svoleiðis. En ég held að þetta sé íþrótt sem við Íslendingar erum almennt bara vel beygð fyrir. Þetta svona berjast andi, svipað á handboltinn og mætti raun og veru að fá meira pláss í umræðinni því að þetta mér finnst rúgbí bara einn skemmtilegasta íþróttin sem hægt að horfa á. Við erum að gefa henni pláss hér með og það má taka fram að þú hefur skorað gegn ekki ómerkari andstæðingum en Liechtenstein. Já, algjörlega, ég gerði það og íslenska landsliðið gerði einu svona jafntefli gegn Austurríki. Og þá rættum við það að Austurríki væri með jafn marga klúbba og við værum með leikmenn. Merkilegt. Eiríkur, hefur þú spilað rúbí? Ekki síðan ég var barn, það á okkur í skólalóð. En áttu rúbí peysu? Nei, já, það mér skortir rúbítreyju. Þú voru að hringja í Sigmund Davíð, hann veit þið ráð, hvar best að fá bestu treyjurnar. Ég geti gert það, já. Svo rúgbífélag Reykjavíkur líka reglulega bjóða upp á það að maður getur pantað í stórpöntun hjá þeim. Og ég gef föður mínum reglulega bóli frá þeim pöntunum og hann segir að þetta séu bestu bóli sem hann hefur átt. Endingagóður. Já. Heyrðu, en Eiríkur, þú kemur síðan hér færandi hendi, menn alltaf að bera mig gjafir hérna í þættinum. Bókin Óvæntur ferðafélagi sem að þú ritar og gafst út í haust. Já. Þetta nú ekki Kiljan. Þessi þáttu hér, við myndum alltaf kalla þetta Kjölurinn. Þetta dálítið óvanaleg bók svona miðað þess að þú hefur verið að gefa út að öðru leyti. Já, þetta persónuleg minningabók sem að kemur til að því fyrir 4 árum að þá fékk ég kvilla sem heitir tinnitus sem hljóði í höfði sem ég hef nú blessunarlega ná mér alveg af. En þessi kvilli sló mig bara algjörlega út af laginu og bara út úr lífinu og ég hóf að halda dagbók í gegnum þetta. Og þegar að svona verst horfði að þá var ég ekki viss að ég kæmist heill í gegnum þennan kvilla og þá fór ég að skrifa minningabrot svona gegnum ævina og svo fléttast þetta svona saman. Þetta stærri hlutin af þessu bara svona lífshlaupið og skemmtisögur og maður hefur upplifað eitt og annað og farið ansi víða komst ég að þegar ég fór að horfa tilbaka. Ég var ráðgjafi brasilísku ríkisstjórnarinnar í lýðræðismálum, ég hef setið
kvöldverði í Kreml og það eitt og svona annað sem hefur á dagana drifið sem að mér fannst ástæða til að halda til haga og svo hef ég verið að flétta þessu saman og komið mér mest á óvart hvað viðtökurnar hafa verið góðar. Já, ég hraðlæs, en ég ekki svo hraðlæs að ég sé búinn með hana, en ég búinn að grípa hér niður í kafla og kafla. Þetta auðvitað hálft í hvoru alvarlegt og alvarlegur undirtónn, en skemmtilega sögur inn á milli. Já, það hugsunin. Sem menn verða að ráða hvort þeir trúið ekki. Já, þetta minningabók og minningar þær eru valkvæðar. Sem sagt maður, eða ég ákvað umgangast þessa bók þannig að þetta væri, og ég segi það nú svona í lokaorðunum að þetta eru kannski bara eins og ég kýsa muna hlutina sko. Ég til dæmis ekki að fletta upp staðreyndum ef að ég man eitthvað öðru í sig. Þá það minningin sem að ræður, þannig að þessu þetta kannski nær því að vera sko skáldæfisaga. Þetta er ekki atvika skýrsla úr lífi mínu. Þetta vitnar þarna í prívatsamtöl eins og forsetinn fyrrverandi? Verður allt brjálað? Ég vitna í prívatsamtöl og meðal annars við forsetann. Krókum út í bragði. Þetta ágætt, þakka ég kærlega fyrir. Brynjólfur, ég sæki þig niður í háskóla að þeim ástæðum að þú heldur úti síðu sem heitir metill.is. Með vísan, ef ég skil rétt í það hvernig menn meta hlutina. Já, metill íslenska þýðing á enska orðinu estimator. Já, einmitt. Og þú, aðferðafræðin hjá þér að þú tekur saman bæði kannanir sem að kannanafyrirtækin gera á fylgiflokkana og þú vegur þetta saman í einhver óskiljanlega súpu við aðra áhrifaþættir sem að þið teljið að geti skipt sköpum þegar kemur að úrslitum kosninga. Já, í raun og veru sko, ég ósammála með þetta óskiljanlegt sko, en sýnist hverjum, en já, sem sagt líka bara höfum það hjá að það ekki bara ég, það einmitt Agnar Freyr Hafsteinn og Rafael vinna líka þessu, líka einmitt bara kollegar mínir og mjög gott að hafa þá að í þessu, en já, í raun og veru getur sko, mér finnst gott að hugsa þetta, við getum hugsa þetta sem svona pílukast, að kannanafyrirtækin eru einhvers konar leikmenn að kasta pílum, að reyna að hitta í miðjun á spjaldinu. Mér skilst reyndar að það sé ekki best oft, maður vill hitta á 60 stig eða eitthvað svona sem ekki miðjan. 3-20. Já, einmitt. En og svo kannanafyrirtækin kasta og reyna að hitta í spjaldið. Málið að við vitum ekki hvar spjaldið er. Við sjáum bara pílurnar lenda. Þannig að það sem við erum í raun og veru að gera er að við erum að reyna að spá fyrir það hvar spjaldið er, kosninganiðurstöðnar út frá því hvar pílurnar lenda. Og til þess notum við þá til gögnum fyrri kosningar, hvar voru fyrirtækin að kasta pílum þegar nærdró kosningum 2021, 2017 og svo framvegis. Og svo spilast líka inn í það að það eru ennþá þó nokkrir dagar fram að kosningum og hlutir gætu breyst og þá setjum við upp þannig að öllu öðru ósleftu notum við þá svona söguna til að spá fyrir hvað gerist. Að hlutir verða kannski meiri svipaðir því sem hefur gerst áður en maður heldur kannski á hverju stundu eða eitthvað svoleiðis. Þetta þekkt aðferðafræði erlendis frá, þetta ekki sér íslensk uppfinning? Nei, í raun og veru ekki. Að vera tölfræðingur og gera svona svolítið eins og að vera í sinfóníuhljómsveit. Það bara, það einhverjar aðrir sem gerði eitthvað að skrifuðu verkið og við lesum bara nóturnar, setjum það upp og svo erum við með sérfræðinga á sviðinu, Hafsteinn og Agnar Freyr sem segja okkur nei, þetta bull, þetta virkar ekki, eða eitthvað svoleiðis sko. Og það náttúrulega alltaf svo mikilvægt í þessum fræðum sko, saman hversu góður tölfræðingur þú ert út með gott líkan spáir, á endanum þá getur þú sjálfur ekki vitað hversu gott líkan og þarft að hafa sérfræðing inn í þessu sem segir þér hvort þetta sé eitthvað sem trúverðugt eða ekki. Eru áhrifaþættir inn í þessu eins og bara verðbólga og annað? Nú spyr ég bara því að nú Seðlabankinn að fara að tilkynna á morgun stýrivexti, ýmsir halda að það geti hnikað fylginu til. Já, sú verðbólga mun ekki koma inn í líkanið. Við mótum verðbólgu 6 mánuðum fyrir kosningar og hagvöxt 6 mánuðum fyrir kosningar og það svona tiltölulega algengar spábreytur í þessu og þá erum við þá að taka sko verðbólgu 6 mánuðum fyrir þessar kosningar, fyrir kosningarna 2021, fyrir kosningarna 2017 að sjá hvaða áhrif þetta hefur þá á niðurstöðurnar. Og þessar hagstærðir, þær tengjast hérna inn í hvaða flokkar eru í ríkisstjórn. Þannig að ef þú ert í ríkisstjórn þá gæti efnahagsástandið, hvort það er slæmt eða gott, haft áhrif á bara niðurstöðuna í könnununum.
Hvers konar forrit þetta keyrt í gegnum? Þetta ekki Excel sem að vinnur úr þessu? Það væri örugglega hægt að gera þetta í Excel þannig sé sko, en sem sagt, ég mikill stuðningsmaður sem sagt, frís og frjáls hugbúnaðar og við notum forritunarmál sem heitir R og einhverjir nemendur í háskólanum eflaust ekki fegnir að heyra það nefnt hér, en sem sagt, mér finnst það mjög gott forritunarmál, það sem sagt frítt og frjálst og líka sem sagt annað mál innan þess sem heitir STAN sem skýrt eftir Stanislav Ulam sem vann sem sagt við kjarnorkusprengjuransóknirnar í raun og veru. Og þetta allt, eins og ég elska, bara frí og frjáls hugbúnaður. Ég bara eins og nemendurinn í HÍ alveg miður mín að heyra þetta. Já, ekki. Eiríkur, sem prófessor í stjórnmálafræði, ég veit að þú ert ekki kannanamaðurinn í þeim geira. Nei. En hvaða tilfinningu hefurðu fyrir þessari aðferðafræði þegar þú ert að reyna að lesa í landslagið? Jú, sko, það eru þetta margar aðferðir sem eru notaðar og kannanafyrirtækin þau hafa nú þurft sjálf, heldur betur að aðlaga sínar aðferðir á undanförnum árum. Það erfiðar að ná í fólk, upplýsingarnar sem að okkur berast eru flóknari og það þarf að vigta hlutina núna með öðrum hætti heldur en öðrum, en þetta mjög samfærið, ég hef fylgst með þessu og svo eru fleiri aðilar sem eru með svona spálíkön. Ari Sigvaldason með fyrrum fréttamaður og Borgarnesi og Borgarnesi með kosningakalkulator sem að byggist á því að hann fær fólk til þess að spá og hann spyr ekki hvað kýs og svo kemur á hverjum degi einhver tala ekki sérstaklega vísindalegt en fólk hefur bara svo mikinn áhuga fyrir þessum kosningum og þessu umhverfi þannig að það eru margir að svona setja hlutina niður fyrir sig sko, en er náttúrulega verið að lýsa sko, þrautreindum aðferðum sem búið að vera að beita í löndunum í kringum okkur en hefur ekki verið gert hér fyrir en nú og það auðvitað það sem mjög áhugavert við þetta framlag. Ég myndi nú segja að þetta væri alveg vísindalegt hjá Ara sko. Ef þú framkvæmir rannsókn og útskýrir aðferðir þínar heiðarlega, þá þetta vísindi. Og svo munu niðurstöður og endurtekningar í raun og veru segja út það hvort þetta séu góð vísindi. Mér finnst, Stefán, að vera að fá Ara Sigvaldason í þáttinn og setja upp sko línurit, þróun fylgisins frá fyrstu útkomu kalkulatorsins og svo hvern dag þaðan í frá. Og sjá hvernig ég ekki viss að hann sé tækni fær sjálfur, hann sé búinn að setja það þannig. Við erum með mann í því. En þú leggst á Ara með mér það að hann mæti hingað. Já, við skulum gera það. Já, frábær ljósmyndari. Við förum bara örstuð yfir þessar tölur sem við sjáum á skjánum. Þið eru með óvissubilu þetta og þið eru með miðgildi og svo neðri og efri mörk. Og eins og þú segir, þar eru þetta svona eiginlega 3 flokkar sem eru, ég ekki hægt að segja tölfræðilega hnífjafnir. Sko, jú, óvissubilin þeirra eru bara næstu þau sömu sko og í spánu okkar gæti í raun og veru hvaða niðurstaða á þessu bili þannig séð verið raunhæf niðurstaða. Já, og þar erum við að sjá Samfylkingu með í efri mörkum 23%, Sjálfstæðisflokk 21% og Viðreisn 22%. Miðflokkurinn upp í 20 reyndar líka, en svo eru neðri mörkin, þar kannski skilur aðeins meira á milli. Neðri mörkin hjá miðflokknum sunkaðis lengra niður heldur en hjá hinnum flokkunum þremur. Þess vegna segir að þetta séu þeir 3 flokkar sem að skilja sig að. Já, svona nokkurn veginn sko. Má ég spyrja, sko, og sósíalistaflokkurinn hefur verið á svolítið flugi og verið að mælast í könnunum sko töluvert aðeins yfir þröskuldi undanförnið, en miðgildi á honum hjá þér þarna er bara 4%. Hvernig? Já. Fyrir ekki að ég taki hér stjórnin í þættinum. Ég hefði ekki getað gert þetta betur. Já. Einfaldasta útskýringin bara svo að ef við horfum á kannanir sem voru mjög nálægt kosningunum síðast 2021, þá niðurstaðan var eiginlega lægri en kannanirnar að mestu leyti. Og þá gerir líkanið það að það togar þá í raun og veru kannanirnar aðeins niður á við. Og svo það líka það að svona tölfræðileg samantekt þá öll svona hröð aukning hann tekur svolítið tíma fyrir það að síast inn í líkanið sko. En við höfum séð það sko að efri mörkin hjá sósíalistum eru búin að hækka og miðgildi aðeins að hækka og svona sko. Og svo líka tókum við þá ákvörðun að sýna bara heiltölur
Þetta svona ákveðið sem sko, við getum reiknað þetta með hvað aukastafum sem en þetta svo mikil óvissa að það er svona sálfræðilega rannsóknir því að ef maður sýnir aukastafi þá heldur fólk einhvern veginn að þetta sé vissara það festi sig meira á þeirri tölu sko. Þið eru svona með belt og axlabönd í þeim efnum. Miðað við þessar tölur, ef við horfum á miðgildið og neðri mörkin, þá gæti svo stað að teiknast upp hérna að það verður bara 6 flokkar á þingi eftir kosningar. Það er bara í raun og veru leyfi ég mér að segja gjörbreyttur veruleiki frá því sem við höfum átt að venjast. Það er miklu vanalegri veruleiki miðað við það sem að var. En sko þróunin undanfarin ár hefur verið svo að flokkum að fjölga og þeir eru með minna fylgi hver og það hefur verið þróunin. Við erum auðvitað farin út kerfi sem var lengst af þannig að hér voru 4 meginflokkar, fjórflokkurinn svo kallaði. Svo var svona 50 áskorundaflokkur yfirleitt með inn á þingi, hvort sem að það er sko borgarflokkurinn eða kvennalistinn og svo framvegis. Og síðan fór að verða pláss fyrir 7. flokkinn, en síðan gerist það í rauninni bara eftir hrun. Að flokkum fer að fjölga verulega á þingi og eru komnir upp í 7, 8, 9. En kannanir eru núna benda til þess að þetta geti breyst á núna aftur til baka. En ég myndi samt halda að sko það eru 3 flokkar sem eru að tróða marfaðann undir þröskuldi sko og með Pírata og með sósíalista og vinstri græna. Ég myndi halda einn þeirra hljóti að rísa upp. Ég bara trúi eiginlega ekki öðru. Heldur að það séu þá svona út frá taktískum elementum eins og við sáum í forsetakosningunum? Já, það sem gerist þegar kannanir birta. Sko, ég er mikil talsmaður þess að kannanir séu birtar. Þær eru bara upplýsingar eins og hverjar aðrar. En þær geta auðvitað verið skoðanamyndandi sérstaklega fyrir flokka sem eru að mælast töluvert undir þröskuldi. Þá því að fólk sko vill ekki kasta atkvæði sínu á glæ. Og þá eiga þeir flokkar enn erfiðar uppdráttar sem eru að mæla stöðugt undir þröskuldinum. Kjósendur þessara flokka þurfa að öðlast einhverja trú á því að viðkomandi flokkur nái upp og inn á þing til þess að verja honum atkvæði sitt. Þannig að það er keppnin sem er í gangi þarna og flokkarnir hafa mismunandi styrkleika hvað það varðar. Sósíalistaflokkurinn er að rísa, smá meðbyr með þeim. Vinstri græn eru búin að liggja láttan undir en að móti kemur fyrir þá að það er rótgróin flokkur með að maður myndi halda stöðugra fylgi, svona almennt. Það er mjög stöðugt núna. Já, það er stöðugt mjög lágt, en maður hefði haldið að það sé ekki langt í að þeir nái að endurheimta rífa sig í gang. Já, rífa sig svona aðeins upp, en það hefur komið mér satt að segja aðeins óvart að það hafi ekki tekist enn. Nú er þetta bara 1,5 vika í kosningar. Já, og svo eru Píratarnir hinnir sem ég ætlaði að nefna, sko þeirra vandi sá að jafnvel þó að þeir sé að mælast og yfir þröskuldi að þá er saga þeirra í kosningum sú að þeir fá minna upp úr kössunum heldur en í skoðanakönnunum og það vinnur þá gegn þeim. Þannig að þessi 3 flokkar eru í svipari stöðu hvað varðar fylgismælinguna núna en þeir eru ólíkri stöðu hvað varðar sitt eigið umhverfi í því. En miðað við þessa stöðu eins og með Vinstri græna, þennan rótgróna flokk sem hefur leitt ríkisstjórn í 7 ár, það að þeir mælist vikum saman í 2,4, 2,6, það hlýtur að vera erfitt bara upp á að rífa stemningun í gang. Og þá verður hættan á þessu sem ég var að nefna að þeir sem gætu hugsað sér að ljá flokknum atkvæði sitt missa einhverju þeirra trúna á að ná inn og þá mælist hann lægra fyrir vikið og þar með verður verkefnið erfiðara. Inn á metit.is, þar getur maður að skoða þessa þróun 7. nóvember, 8. nóvember, 16. nóvember. Hvers eigum við að vænta? Hvers getur fólki sem þyrstir í þessar upplýsingar, hvað á það að vera ofta á refresh-takkanum? Já, sko, það hefur verið stefnan að reyna að uppfæra eftir sem sagt hverja nýja könnun en svo gerðist það hérna núna í síðustu viku að það koma allar á svo stuttum tíma, 5. degi og svo 2 á 1. degi, hann var ákveðin bara slaka á og birta bara sem sagt á laugardeginum. Þannig að ég býst við í miðað við eins og þetta hefur verið. Þá ætti að koma maskínukönnun á 5. deginum held ég og prósent á 1. deginum. Þannig að í síðasta lagi myndi ég halda að við myndum birta uppfærða spá á 1. deginum þá. Og við erum núna sem sagt þessi aðferðafræði, hún á við sem sagt landsfylgi og við höfum núna verið sem sagt að vinna í að sem sagt heimfæra þessa aðferðafræði líka á þá kjördæmafylgi.
og við stefnum á að birta svona þingsætaspá líka þá í lok þessara viku. Þannig í lok þessara viku fáum við nánar upplýsingar, fáum við svo aðra samantekt á föstudaginn, daginn fyrir kjördag? Já, ég býst við því sko, við munum bara halda þessa áfram og ef við erum ekki að uppfæra aðferðafræðina þá munum við finna einhverja skemmtilega nýja leið til þess að birta niðurstöðurnar okkar. Já. Þetta frábær viðbót. Við höfum nú verið að beita eða nýtt okkur hér á þessum vettvangi Real Clear Politics í sambandi við bandarísku forsetakosningarnar og það var dálítið merkilegt að sjá að út frá þessar aðferðafræði þá birtum við kort frá þeim hér í vikunni fyrir kosningar þar sem gert var ráð fyrir því að Trump myndi enda með 312 kjörmenn og hann gerði það. Þannig að kannski þetta ekki verið aðferðafræði en hver önnur. Já, einmitt. En svo að nú er þetta eins og ég segi 1,5 vika í kosningar, það hafa verið óvæntar uppákomur hérna sem alltaf er í kosningum, ekki bara tengdar könnunum, heldur einhverjum atburðum. Hvernig myndið þú svona út frá reynslunni halda að þetta þróist næstu dagana? Erum við komin fram hjá þeim tímapunkti að slíkar uppákomur hreyfi við, mallar þetta bara fram að 30. nóvember? Í Bandaríkjunum við talað October Surprise og sko, það nú óvænt uppákoma sem í rauninni velti ríkisstjórninni. Það sko, allavega hægt að rekja það einhverju leyti til málsins fjölfatlaða drengs frá Palestínu. Yassar Tamimi. Já, Yassar Tamimi, þegar að brottvísun hans er stöðvuð, að það í rauninni sko snjóboltinn sem að fer af stað og endar í stjórnarslitunum. Þannig að það var í sjálfu sér óvænt uppákoma. October Surprise. Já, sem að breytir allri stöðunni. Svo hafa auðvitað komið þessir atburðir. Almennt séð þá sýna rannsóknir að sko einstaka mál og einstaka menn eru yfirleitt ekki ráðandi kosningahegðun. Það eru aðrir þættir sem ráða þessu. Það getur auðvitað komið svona, maður sletti sko sjokkeffekt sem að varir stutta stund og hefur áhrif síðan kannski varanlegar á einhverja og það er bara misnýtt eftir málum en þetta yfirleitt ekki að hreyfa mjög mikinn hluta fylgisins. Allar rannsóknir sýna að fólk veit sirka bát hverju það vill kjósa út frá bara hverju þeir eru, lífsskoðunum þeirra og hvernig það passar við stjórnmálaflokka. Við sjáum það líka á mælingum að fólk bara fremur skynugt það kýs skynsamlega út frá sinni eigin afstöðu og svona málefni við höfum augun á því og fjölmiðlaumræðan stýrist að miklu leyti þau en við erum allavega gjörn á að ofmeta þau. Já, eins og svona spám, eru menn að skoða, ef maður getur slett aftur, svona sjokk möguleikana í málum að þessu tagi? Sko, ég þekki ekki sviðið mjög vel, en ég hef heyrt að 538, sem síða sem hefur verið stór í þessum spám, prófaði það einhver tíman sko, og fekk mjög lítil áhrif á einhverju svona sko, þá þarftu að merkja inn í líkani og þessum degi var einhver skandall og þessum degi og svona og ef maður að gera eitthvað svona, þá maður eiginlega leita til frekar erfiðs og fræðilegs svið sem heitir orsakagreining, hvað að valda einhverju sko, og þannig að já, ég myndi halda að það sé mjög erfitt að ef þú heldur að eitthvað svona hafa áhrif að actually greina það. Já, festa hönd á hinn beinu áhrif. Já, og sko, svo fylgni einmitt, þessi orsakagreining sem nefnir hérna, við einföldum svo oft fylgni. Eitthvað gerist hér, annað gerist hér, ergo þetta hér er orsökin og hér er afleiðingin. Þegar það ekki endilega staðan. Fylgis þróun og milli flokka og svo framvegis miklu flóknara samspil heldur en við getum sagt hér var atburður í þjóðfélaginu og hér er komin ný útkoma í könnun. Það getur vel verið að þarna séu einhver áhrif en við erum gjörn á að alhæfa þau. Án þess að vita neitt það. En nú sáum við í forsetakosningunum í vor, við fylgdumst auðvitað mjög náið þegar við tókum viðtöl við alla frambjóðendur og mikill atgangur. En Halla Tómasdóttir, hún var lengi vel að mælast með nánast ekkert fylgi, svo hún í 6%, svo vinnur hún kosningarnar mjög örugglega með 34%. Það ekki hægt að halda þið fram að það hafi verið eitthvað eitt
augljóst atvik, menn svo, já, hún fór þetta í kappræður veik og hún var með klút hálsinn. Það eitt og sér breytti ekki stöðun úr 6% í 34%. Nei, það náttúrulega gegnir allt öðru máli forsetakjör heldur en alþingiskosningar. Það bara allt annað fyrirbæri. Þú ert ekki, þú samsamaði ekki einhverjum frambjóðanda sem allt í einu kemur fram í forsetakjör og hugmyndi þínar stjórnmál eru allt aðrar. Heldur en það sem að gerist, maður að sjá að gerast í forsetakjöri að það verður svona straumur með einhverjum, verður meðbyr og mótbyr og svo framvegis og það svona hver næra að svona ná inn í þennan straum. Og á réttum tímapunkti. Og á réttum tímapunkti og allt það. Eins og Guðni gerði 2016. Já, en það eru bara allt önnur lögmál að verki hvernig þú verða atkvæðið þínu í hreinræktuðu persónukjöri þar sem engin í rauninni klassísk pólitík ekki til staðar. Það bara manneskjan undir. Já, eða í þingkosningum þar sem þú ert að velja þér stjórnmálastefnu, Það er ekki sambærilegt. Nei. Óvísindarlega séð, og nú setjið í vonda stöðu, Brynjólfur, hvernig heldur þetta að fari? Ert þú bara þeirri skoðun að líkanið segi nákvæmlega til þetta eða heldur að það sé von á einhverjum tíðindum? Ég hugsa að sama hvað gerist, þá mun líkanið örugglega ekki hafa algjörlega rétt fyrir sér. Þetta miðgildi, fylgir mun örugglega ekki hitta alveg á það verður kannski svona inn á þessum bilum oftast svona. En svo verðum við náttúrulega að muna það að bara skilgreiningin á þessum óvissubilum, hún þannig að 1 af hverju 10 spám á að lenda utan bilsins. Þannig að maður myndi halda bara samkvæmt skilgreiningu að allavega einn flokkur lendi utan bilsins sem við erum að spá. Það þetta 90% óvissubil? Já, í raun og veru. Þannig að, já, ég myndi segja að það engin einn punktur líklegri en annar en það fræg lína tölfræðingurinn George Box sagði að öll tölfræðilíkön eru röng en sum eru gagnleg. Og það var kannski svona frekar en að spá rétt, þá var það kannski markmiðið okkar með þessu líkani að hafa það gagnlegt, þannig að fólk hefði svona einhverja festu, fólk væri bara já, það er mikil óvissa og svona já, þetta breytist ekki svo hratt. Þannig að frekar en að spá rétt, þá var það svo sem markmiðið okkar. Og svo ef við spáum rétt, þá vorum við bara mjög flottir og ekkert heppnir, Þetta svarið til sönnum þess að það er ekki eins mikið bil á milli tölfræðinga eða góðra tölfræðinga og góðra stjórnmálamanna. Já, En Eiríkur, þú segir einn af litlu flokkunum er líklegur til að ná inn. Nú giska á sósíalistaflokkinn með rönni sem þeir eru á núna, er það ekki? Það er hægt að gera það. Hvernig heldur að efri hlutin raðist? Ég hef verið... nú er það eitt, það fyrir stjórnmálafræðingum mjög illa að spá. Við erum ennþá að reyna að spá fyrir hvað gerðist í fortíðinni. Ég finnst skemmtilegast að tala um jarðfræðinga og stjórnmálafræðinga. En mér fannst ég vera búin að sjá fyrir einhverju síðan að þessir 3 flokkar sem þarna eru, að þeir væru, að leikurinn á milli þeirra myndi jafnast. Og fyrir því eru nokkrar ástæður. Ein svo að ris Samfylkingar var einfaldlega of hátt. Það mældist of hátt í könnunum mjög lengi og mér fannst, ég hafði ekki neina trú á því að það myndi haldast. Bara einfaldlega stjórnmálegt landslag í landinu er þess að þannig að það var fyrir sig að þeir myndi drapast niður. Ég hef átt von á því að Sjálfstæðisflokkurinn myndi rétta úr kútnum. Og ég hefði haldið að myndi hafa rétt miklu meira úr kútnum heldur en hann hefur gert. Rauninni hefur hann ekki rétt úr kútnum, hann bara fellur og heldur stöðu eftir það. Það er engin stemning þar. Það er einhvern veginn engin stemning þar. Síðan ertu með Viðreisn sem að fær opið rými. Ég sá í einhverju þætti að fólk var að tala hvað gerði Viðreisn til þess að fá allt þetta fylgi. Ég held að Viðreisn hafi ekki gert neitt til þess að fá þetta fylgi. Og þurfti það ekki. Sjálfstæðisflokkurinn, fyrir maður sattur, miðflokkurinn leiðir hér ákveðna umræðu afkomufólk, svona hugmyndir þjóðerni, stemma stigu við komu fólks á landamærum og svo framvegis. Rís dálítið vel upp í því, Sjálfstæðisflokkurinn fer á eftir miðflokknum í þessum málflutningi. Og ég er ekkert að halda því fram að það sé bara taktískt, ég held að það hefur bara verið raunveruleg pólísía sem þar er á ferðinni.
Á sama tíma kemur Samfylkingin svona hálfpartinn í humátt á eftir. Þetta opnaði einfallega sviðið fyrir hinn frjálslyndu öfl sem eru talsmenn fjölmenningar og svo framvegis og það höfðu 2 flokkar tækifæri í þessu rými. Annar þeirri Viðreisn og hinn eru Píratar sem ekki hafa náð að stíga inn í það en það hefur Viðreisn tekist. Og þetta það sem ég á við með það eru ekki menn eða einstök málefni sem að ráða yfirleitt fylgistróun, heldur veit fólk bara sjálf hvar það stendur, hverju því trúir og það fylgir því. Og þegar að þetta svið opnaði svona, þá var brautin bein fyrir Viðreisn. En síðan erum við með miðflokkinn rétt fyrir neðan og hvort að við séum að þá að sjá kannski 4 flokka nokkurn veginn á svipuðu róli, veit það ekki alveg. En þetta, svona hefur mér virst myndin svona liggja. Þú ert eins og medill. Ég er einsmanns medill. Ekki verið hver annar og þetta góð samantekt. Það afskaplega gott að fá ykkur hingað báða, Brynjólfur Gauti og Eiríkur Bergmann. Við fylgjumst náið með síðunni næstu daga þegar að kannanirnar frá prósenti sem eru unnar fyrir okkur og fleiri detti í hús. Takk fyrir kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Hér eftir örskamma stund Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir sem leiðtogi eins þessara 3 flokka sem virðast bítast leiðtogastöðuna eftir kosningar. Hún situr hér fyrir svörum, fylgist með. Þú þarft ekki að flýta þér, en þú getur það. Gripið og greitt í bónus. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbus ævintýraferðir. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju. Hingað komin formaður Viðreisnar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Það maður sem bendir til þess að hún verði bara með stærsta flokkinn að loknum kosningum og þess vegna eins gott að spyrja hana nákvæmlega út í stefnuna og átta okkur á því hvert hún ætla að taka landið ef hún fær umboð til þess. Velkomin Þorgerður. Þakka þér fyrir, Stefán. Þú ert á hvínandi siglingu í könnunum. Já, við erum að gera fínt mót eins og oft sagt. Það er gaman hjá okkur og það er stuð og við erum með góða liðsheild. Og það er margir að spyrja mig einmitt á hverju það gangi svona og ég held að sé einfaldlega því að við höfum verið svolítið samkvæm sjálfum okkur, ekki alltaf að breyta og skipta stefnu. Og það líka skiptir máli að hafa gaman að þessu og fyrir utan þetta svolítið öðruvísi kosningabarátta núna. Hún stutt, hún snörp og sé hreinda mjög langt til kosninga ennþá með þessa 12 daga eða hvað það þá höfum við þurft að hugsa þetta aðeins öðruvísi og mér hefur þótt þetta gaman, nú þetta 8. kosningabarátta mín. 8. 8. já, Stefán Einar, ég gæti verið amma þín, skilurðu. Þú kynntist Abraham Lincoln á sínum tíma. Já, það er reyndar rétt. Guðni Ágústsson spurði einu sinni hvar ég hefði verið í Njálu, hvort ég hefði það nú eins og það, en við erum að fara út með þessa, eins og við köllum töfluna, og spyrja fólk og það misjafnt hvaða fólki liggur að hjarta og eitt og annað sem kemur fram og annað ekki, En mikilvægast verðbólga og vextirnir, það akút málið og það það sem við setjum á móti. Ábyrg hagstjórn. Þú segir þið hafi ekki skipt stefnu en þetta gjörbreyting á okkar stöðu því að árum saman leyfi ég mér að segja hafið þið bara verið að mælast í kringum 8-10% fylgi. Þetta bara mallað og menn hafa velt fyrir sér á þessi flokkur eitthvað erindi. Þetta raun og veru flokkur sem bara fastur í einhverju svona smáflokkafylgi. Já, þess vegna held ég að það skiptir máli að við höldum samt áfram, af því ef við erum trú okkur, þá eigum við að halda áfram. Ef við erum ekki að tala til að mynda bara framtíðina, Evrópusambandið ekki talað bara þetta frjálslyndi almennt í samfélaginu, það getur bara lagt það niður og farið eitthvað annað, komið víða úr Viðreisn. En við höfum staðið við það sem við höfum verið að segja og reynt að vera málefnaleg.
reynt að hafa gaman, pínulítið að stríða í þessari kosningabaráttu en það sem við höfum sett okkur að markmið að minnsta kosti allavega enn sem komið ekki verið að hnýta mikið í andstæðingu okkar án þess þó að gefa neitt eftir að gagnrýni, það skiptir líka máli. Þú talar frjálslyndi, þið eru nú samt með svona stefnuskrár ýmsa hluti sem eru kannski ekki beint þetta að tengja við frjálslyndi. Þið voru stórir til fyrra og sögðu þá að banna hérna jarðefnaeldsneytisbíla á næsta ári. Svo þegar að menn fara að nefna það, meðal annars í fréttir á Morgunblaðinu, þá hrökk við í kút og segi nei, við erum ekki að meina þetta, við ætlum ekki að fara að banna hér jarðefnaeldsneytisbíla á næsta ári, heimurinn er gjörbreyttur frá því í fyrra. Já, ég hafði nú svolítið, mér finnst þetta nefnilega áhugavert þegar ég las þetta og ég fór strax í símann og hugsaði býtu, ef var eitthvað miskól frá Morgunblaðinu því að þið eru með alla jafna nokkuð góða fréttamenn sem að leita spurninga af hverju þetta svona og það var enginn sem hafði hringt í mig og spurt að þessu. Auðvitað þetta þannig að við settum þetta upphaflega fram 21, við höfum metnað í loftslags- og umhverfismálum og gerðum líka ráð fyrir því að það yrði miðað við orð ríkisstjórnarinnar að það yrði farið í orkuskipti með markvissara hætti en var gert, að það yrði farið í orkuöflun. Við vitum alveg hvernig það hefur verið í 7 ár, það hefur ekkert gerst í þeim málum. Þannig að já, við vorum metnaðarfull og í þessum málum en þetta náttúrulega vita óraunhæft. Það eru 6 vikur í áramóti, þetta ekki hægt. Þannig að við erum... Þú segir 21, en þið sögðu líka í fyrra. Já, við áréttum þetta en við erum að koma inn í áramóti núna og við gerðum ráð fyrir kosningum á næsta ári og við vorum búin að ræða það meðal annars í umhverfisnefnd flokksins að þetta yrðum við að taka upp og gera þetta markvissar. Og það verður að vera í samhengi við það sem er verið að gera í samfélaginu, þannig að en nú eru 6 vikur til áramóta, tæpa 2 vikur í kosningar. Hvenær ætlið þið þá að banna jarðefnaeldsneytisbílana? Ég held að við verðum bara einfaldlega að setja okkur markmið því í samræmi við það sem er í umhverfinu. Ríkisstjórnin er með 2030 og það er eitthvað sem við það bara einfaldlega skoðum. Hún var eitthvað, ríkisstjórnin að tala um að flýta þetta í 2028. Ég þarf að skoða á hverju hún hætti við það. Og ég held einfaldlega að við þurfum að vera raunsæ og það er eiginlega það sem við erum að segja að þetta er ekki raunsætt markmið og þess vegna er þetta ekki markmið hjá okkar í dag. Við förum og lítum til lengri tíma og líklega til 2030. En stóra spurningin samræmi við líka normenn. Stóra spurningin er frjálslyndið. Frelsi, já. Já, frelsi. Ef ég bý á Langanesi eða á Vopnafirði eða Höfn í Hornafirði eða hvað það er. Af hverju ætlið þið að banna mér að keyra á bíl sem að, jú, getur kannski keyrt á rafmagni 50, 60 eða 90 km eins og tengiltvinnbílarnir gera í dag, en geta ekki keyrt alla leið í bæinn nema að stoppa í 40-50 mínútur, kannski tvisvar á leiðinni. Já. Er það til maður sem frjálslyndi að þú ættir að ákveða það fyrir fólki á Vopnafirði eða á Höfn í Hornafirði? Nei, mér finnst þú einmitt vera að lýsa umhverfinu eins og það er í dag og það er ekki boðlegt í dag. Þess vegna erum við að segja, nei, við ætlum ekki að gera þetta af því umhverfið er ekki boðlegt. Ég hef nýlega verið á Vestfjörðum og farið reyndar nokkuð oftar núna á undanförnum missurum. Þegar ég fer á rafmagnsbíl vestur og setja hann í hleðslu, þá kveiknar á dísilvélunum í Bolungarvík. Auka eða vara rafhleðslunni þar, vara orkuverunni þar. Þannig að það gerði það líka 2023 þegar þið samþykktu stefnuna. Já, það er líka til það hlutverk stjórnarandstöðunar að ýta stjórnvöldum áfram inn í metnaðarfullt markmið. Við ætlum ekki að gefa afslátt af því en við verðum hins vegar að horfast í augu við það hvernig umhverfið er. Þetta er ekki raunsætt markmið og ég hefði bara kosið að þeir hringdi í mig. Þeir með ekki vera feimnir að hringi í mig þó ég sé kannski pínu hræddur við mig stundu. Ef þú engin hræddur við þig hér og höfum ekki ástæðu til, það eina sem að menn gerðu var bara að skoða stefnuna sem að er yfirlýst hjá okkur. Og ég ætla nú að spyrja það út í nokkur atriði hér varðandi stefnuna. Ég vona að það sé ég hringdi ekkit í þig áður. Nei, alls ekki, bara komdu, skjóttu. Sko, förum til dæmis að því að þú nefndir Evrópusambandið. Þið segið að það sé ein af lausnunum sem að við höfum í handraðanum varðandi efnahagsmálin út af þessar stöðu sem við búum í dag varðandi háa vexti, verðbólgu og annað. Við heyrum frambjóðendur ykkar lýsa því hátíðlega yfir að forsendur fyrir stjórnarsamstarfi ykkar sé þjóðaratkvæðagreiðsla aðild að Evrópusambandinu. Hver er krafan? Sko, þetta er eins og þú byrjar, þú segir að við segjum að þetta sé hluta því sem til þess að leysa núna. Nei, við erum að koma hreint fram við kjósendur hvað þetta varðar. Evrópusambandið er langtíma markmið, það er hluti af langtíma lausninni. Áður en við komumst þangað inn, þurfum við stöðugan gjaldmiðil og við þurfum núna að fara í ákveðna rústabjörgun þegar kemur að efnahagsmálum þjóðarinnar. Það er mikil verðbólga hér, það eru háir vextir hér og það er algjör frumforsenda fyrir okkur til þess að fara inn í ríkisstjórn. Að það er að ráðast á verðbólguna,
setja fram ábyrg ríkisfjármál, minnka hallan á ríkissjóði og við verðum að hafa það hugfast að það er ekki þannig að Ísland hafi verið eina landið sem lendi í COVID og þeim áföllum. Það er ekki þannig að við erum eina þjóðin, við erum með Grindavík, en Evrópa er til dæmis með Úkraínu og öll áhrifin á orkukostnað þar. Við erum hins vegar að horfa á Danmörku, leysa það markmið að ríkissjóður, það gáfu allir í á sínu tíma og það var rétt. Við höfum gjarnan viljað sjá það fyrr og snarpar og slökkva síðan fyrr líka eftir COVID, en gott að vera. Hér hefur ekkert verið dregið úr ríkisútgjöldum. Nei, því miður, ég ætla ekki samt að segja að það hefur margt verið vel gert, en ég hefði viljað sjá Ísland fara svipaða leiðir og Danmörk og Þýskaland og fleiri þjóðir að fara strax niður með þessu útgjöld sem voru sett í kjölfar af COVID. Ég ætla aðeins að klára því að varðandi Danmörk, það tók Danmörku 19 mánuði að fara niður með verðbólguna niður í verðbólgumarkmið Seðlabankans. Það tók Svíþjóð 25 mánuði hið sama. Mér minnir að Finnland hafi verið 27 mánuðir. Við erum komið 53 mánuði að viðvarandi hárri verðbólgu og ekki nóg með það, við sjáum ekki að við náum verðbólgumarkmiði Seðlabankans fyrir en eftir 80 mánuði. Þannig að ég er að segja okkar stjórnvöld, íslensku stjórnvöld, með öll tæki og tól til þess að stýra þessu betur er að ætla okkur Íslendingum að vera með verðbólguna yfir verðbólgumarkmiði í 80 mánuði meðan Danir innan við 20 mánuði. Mér finnst þetta ekki vera gott. En verðbólgan í Danmörku er engin vegna þess að hagkerfið er í klessu. Ef þeir væri ekki með eitt fyrirtæki réttur utan Kaupmannahöfn að framleiða offitulyf í Malakútin, að ef þeir væri ekki með þetta ágæta fyrirtæki þá væri staðan mjög slæm, þá væri samdráttur í hagkerfinu þar og það er auðvitað ein birtingarmynd þess þegar verðbólga lækkar eins og hún hefur gert í Danmörku. Þannig að þú getur ekki nefnt Daninn og sagt þeir eru dæmið sem við eigum að fylgja. Við erum ekki með offitu lyfjaframleiðslu hér. Ég er ekki viss að Danir sé endilega sammála því eða til dæmis Svíar í sínu hagkerfi. En ég er að segja, ástandi í Danmörku er alveg ágætt. Þar er þessi verðbólga, hún er komið eitthvað í kringum 1%. Og ég held að það sé eitthvað sem við erum að sjá að aðgerðir annarra stjórnvalda hafa verið ábyrgari heldur en hér á Íslandi og það sem verra er og hefur mér komið svolítið óvart að sjá til að mynda viðskiptaráð, því viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins og fleiri eru oft með mjög góða málflutning, veit okkur aðhald í stjórnmálum, ekki síst ríkisstjórnum hverju sinni, er að þau voru ekki með okkur í Viðreisn þegar við fórum 2018, 2019 í það að gagnrýna mjög harkalega útgjalda þenslu og aukningu ríkissjóðs sem var byrjað fyrir COVID. Það var verið að skila ríkissjóði minnum í 2019 með 30 milljarða halla. Það sjá það allir að þá var strax hagstjórnin orðið þannig að þá komið slaki, viðvörunarbjöllur voru að kveikna og það var ekki brugðist nægilega vel við, Stefán. Það þarf að taka á þessum hlutum. Já, þetta er stóra máli og þess vegna segi ég. Og flestir flokkarnir eru sammála það þurfa að taka til og loka fjárlagagatinu með bættu ríkisrekstri sem við vilja hærri skatta því að nú útiloka það. En þú segir að langtímamarkmiðið sé Evrópusambandið. Meðal annars vegna þess að við þurfum á stöðugum gjaldmiðla að halda. Nú er staðreyndin sú þegar ég rýni í gögn sem eru bara opinber og ekki frá neinum hagsmunasamtökum, bara Eurostat og þessum ágætu stofnunum út í Evrópu, alþjóðagjaldeyrissjóðnum og fleirum, að þá kemur í ljós að íslenska krónan hefur verið stöðugri gjaldmiðill heldur en evran á síðustu árum. Þannig ef að markmiðið er stöðugur gjaldmiðill, þá er evran væntanlega ekki svarið í þeim efnum. Ég ætla fyrst að klára það sem að þú spurði mig líka áðan, meðal annars það sem að Guðbrandur Einarsson sagði á fundum daginn í Vestmannaeyjum, að ófrávíkjanlegt skilyrði. Ég horfið og ég hlustaði á og ég skynja þessa ástríðu sem að hann hefur meðal annars, eins og mjög margir í Viðreisn hafa, að við fáum allavega tækifæri til þess að klára þessar aðildarviðræður til þess að sjá og niðurstöðu af samningum, treysta þjóðinni til þess að taka þetta skrif og þar fyrir utan að þá kemur Guðbrandur, hann kemur úr þeim armi verkalýðshreyfingarinnar sem hefur talað bæði fyrir ábyrgu nýju vinnumarkaðsmódeli en ekki síður hinnu á sínum tíma að tala fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þannig að við verðum líka að sjá hvaðan hann kemur og svona er Viðreisnar hjartað að við viljum, Evrópusambandið er ekki markmiðið sjálfu sér. Heldur er hlut af þeirri leið, nei, það er ekki markmiðið sjálfu sér. Nei, það er ekki markmiðið sjálfu sér. Þið segið okkur sé betur borgið inn í Evrópusambandið. Já,
Nú eru það að reyna að milda og segja, við viljum bara kanna hvað fólki finnst þetta, þið hafið það stíft á stefnuskráni að við göngum í Evrópusambandið. Þú flettir upp stefnun okkar, og þú segir, það er meðal annars vegna þess að við viljum stöðugan gjaldmiðil og við þurfum stöðugan gjaldmiðil til að ná hagstjórnin í lag. Evran er óstöðugur í gjaldmiðil, heldur en íslenska krónu. Já, ég ætla að klára hitt fyrst. Þú vilt ekki svara þessu spurningu? Jú, ég kem að því. Þú ert að reyna að láta mig gleyma þessu. Nei, ég læti ekki gleyma þessu, því ég vil endilega tala Ég er svo fíllinn, ég gleyma engu. Já, eins gott. Það sem að ég vildi sagt hafa er að þegar verið að segja að eina sem að þið viljið það er Evrópusambandi. Við teljum það einfallega hluti af fyrir leið okkar að ná markmiðinu samkeppnishæft Ísland, betri lífskjör og þá teljum við Evrópusambandi vera þá leið. Ég virði alveg þá sem að vilja ekki fara þá leið. Það sem við erum hins vegar að segja núna og það er að vissuleyti ákveðin málamiðlun af hálfu okkar í Viðreisn. Við erum einfallega að segja, við treystum þjóðinni til að taka næsta skref. Það er mjög varfæri skref að hún fá að segja til það hvort að það eigi að klára samninga við Evrópusambandi og það er nákvæmlega það sama sem að strákarnir á sínu tíma, Sigmundur og þá formaður Framsóknarflokksins og Bjarni sögðu í maí 2013 eftir myndur ríkisstjórnarinnar, þá sögðu þeir, já, við ætlum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðrana. En seturðu þannig að við erum, skiptir máli, ég spyr bara... Seturðu þetta ekki sem skilyrði? Stefán, ég spyr bara, skiptir máli hvaða gott kemur. Það sem að ég... Það er mikið rætt aðarleikara og aukaleikara hjá Samfylkingunni. Þú ert aðarleikarinn hjá Viðreisn. Við erum mörg aðarleikara þar. Nei, það er einn aðarleikari. Ætlar þú að setja það sem skilyrði fyrir stjórnarmyndun að það verði gengið til þjóðaratkvæðis inngöngu í Evrópusambandið? Pólitík er ekki krossapróf. Pólitík er list hins mögulega og ómögulega. Við höfum séð það að Viðreisn fór í 10 mánuði í ríkisstjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokkin. Þar var klásula það að fyrir lok kjörtímabilsins myndi Alþingi taka afstöðu til framhald viðrana. Það hefði síðasta lagi verið 2020. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur opnað á þetta Áslaugu Arna í viðtali hjá ykkur. Pólitík er ekki krossapróf, en þessi þáttur er heldur ekki sagnfræði. Spurningin er þessi. Setur það sem skilyrði eða ekki? Það er bara... Ég skal svara þeirri þegar ég heyri aðra flokka, ekki síst gamla fjórflokkin, segja nei, við treystum ekki þjóðinni. Ég vil fá spurninguna fyrst til þeirra. Treystiði þjóðinni til að taka næsta skref og þá skal ég svara þessar spurningu. Þetta snýst ekki þá. Jú. Nei, þetta snýst það. Þú vilt ekki svara því hvort það sitja þessum skilyrði. Ég er að segja að ég vil heyra aðra flokka segja við mig, Þorgerður, hvað sem er Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn, Framsóknarflokkurinn eða Samfylkingin, Þorgerður, við treystum ekki þjóðinni fyrir næsta skrefi. Og þá, eins og ég segi, þá er komið að... Samfylkingin er fylgjandi því að fara í Evrópusambandið. Ef þú mynda meirihluta með Samfylkingunni, þetta eru þeir tveir flokkar sem að njóta mest fylgis núna ítrekkað í könnunum, þá er ekkert að vanbúnaði en að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eða bara beint í aðildarviðræður. Nei, það er alveg skýrt. Það er ekki farið beint í aðildarviðræður. Við förum alltaf í þjóðaratkvæðagreiðslu undan. Og það er mikil málamiðlun á okkar hafa. Ef þetta er skýrt, af hverju er hitt ekki eins skýrt? Kjósendur eru að fara að ganga kjörborðin hérna 30. nóvember. Er ekki bara eðlilegt að þeir viti hvort að þið setja þetta sem skilyrði ekki, sérstaklega þegar Guðbrandur Einarsson, sem þú segir þessi ekki aukaleikari, heldur einn af aðarleikurunum, kannski fær hann Óskari fyrir kallhlutverkið og þú kvenhlutverkið, hann segir þetta er skilyrði. Það þarf að skrifa handrit með þér. Ég spyr, það er mjög óþægilegt að það séu svona rosalega misvísandi skilaboð hjá oddvitunum. Það eru víst misvísandi skilaboð. Hann segir þetta er skilyrði, þú segir ég ætla ekki að sýna á spilin. Stefán Einar, þetta sýnir ástríðina meðal annars hjá Bubba. Hann er í rauninni... Ræður hann ekki við sig? Heyrðu, þú verður að vita líka hvað hann kemur. Hefur þú ekki ástríðu fyrir þessu þá? Jú, ég hef mjög mikla ástríðu fyrir þessu. En samt svarar þessu ekki? Ég mun alltaf, það sem ég segi við þig, það er alveg rétt hjá, við erum eini flokkurinn sem segjum, heyrðu, gjör svo vel, nú ætlum við, þetta er ríkisstjórnarmyndunarborðið, þú ert Sigmundur, Bjarni, Sigurður Ingi eða Kristrún, nú er þetta það sem ég vil fá að ræða. Við erum eini flokkurinn sem segjum við ætlum að fá þjóðaratkvæðagreiðslu á kjörtímabilinu framhald viðræðna að því við treystum þjóðinni. Síðan eigum við bara eftir að sjá hvert það samtal fer. Ég er allavega nokkuð bjartsýn. Það hafa sjálfstæðismenn meðal annars eins og Áslaugu Arna á einhverju pubquiz-kvöldi með þér og fleirum, kannski þú hafir þessi áhrif á hana, verið að opna á það að fara í aðildarviðræður. Við skulum bara sjá hvað setur. Aftur að evrunni. Ég er ekki búin að gleyma þessu. Evran er ekki einn stöðugur gjaldmiðill og krónan. Þú nefndi það sem sérstök rök fyrir því að við ættum að ganga í Evrópusambandið við þyrftum stöðugan gjaldmiðil.
Hvað segirðu fólki það? Ef þú skoðar evruna, evru dollars ásinn, jafnvel í samhengi við aðra gjaldmiðla, þá var þessi gjaldmiðill mjög óstöðugur og hefur verið að gera þjóðríkjum í Evrópu skrávifu einmitt vegna þess. Það eru 3 ár síðan að einn flokkur, Sjálfstæðisflokkurinn, auglýsti Ísland sem lágvaxtaland. Svo kom COVID. Já, það voru 3 mánuðir sem að það loforð Sjálfstæðisflokksins var. Það er nokkuð síðan að COVID var. Samt erum við búin að vera með stýrivexti í 9%. Bara Rússland og Úkraína eru með hærri stýrivexti heldur en við. Sko það er eitthvað til sem heitir evrópskir vextir. Það er hins vegar ekkert til sem heitir evrópskur hagvöxtur, evrópskt atvinnuleysi eða evrópsk laun eins og ég heyri hérna síbulina núna hjá svona íhaldsflokkunum. Það hagsvæðin innan Evrópu eru mismunandi, eru bara mjög mismunandi. Við erum að segja að þú varst að tala um Danmörku, það er allt öðru staðan í Danmörku heldur en í Suður Evrópu. Þeir eru ekki með evru? Nei, þeir eru tengdir við evru. Já, þeir eru tengdir við evru. Og það sem að ég segi bara, ef þetta er svona hræðilegt, sko, ef þetta er svona ofsalega vond og vondur gjaldmiðill evran, við erum með 250 fyrirtæki í útflutningi, langstærstu parturinn af þeim er að gera upp í evrum, ykkur í dollarum, en langstærstu upp í evrum. Ef þetta er svona hræðilega erfitt og vondur gjaldmiðill, af hverju kastaðu ekki evrun og taka upp krónu eða fara yfir í dollar? Þeir eru að gera upp í evru að því að viðskiptin eru í evrum. Þeir komast ekki upp með annað. Þeir ákveða það ekki. Þeir segja ekki við kaupendurna út í Evrópu, við ætlum að gera upp í svissnesku franka. Ekki með að séu þá að kaupa og selja úr eða eitthvað slíkt. Nei, þeir eru að gera upp í evrum. Af því að viðskiptin eru þar. Já, þeir geta líka haft viðskiptin í öðrum gjaldmiðlum. Þeir vita það. Það sé nú ekki. Og ég spyr líka ef að íslenska krónan er svona frábær, sko, eins og hérna, hún getur stundu verið, svo fer hún hér og svo fer hún hér og það er erfitt þegar maður er að hitta fólk, hvað sem er í Kringlunni eða Smáralindinni eða hvar það er, með blessuðu töfluna og það er ungt fólk sem kemst ekki út af húsnæðismarkaðinn, út af vöxtum. Ég fer í Kjarna á Selfossi, þar sem er verktaki, stórum mikill verktaki sem kemur og segir þið verða að fara að gera eitthvað í verðbólgu og vöxtum og ég er að byggja hús og ég segi, er nóg af lóðum? Já, það er nóg af lóðum, ég bara kemst ekki út af vöxtunum. Þannig að þetta er alltaf frumforsendan við þurfum að taka niður verðbólgu og við þurfum að lækka vexti. Þið Sigmar Guðmundsson mættuð í Fjörði í Hafnarfirði, þann góða stað og þið voru með töfluna. Þið birtuðu okkur frábæra mynd þar. Þar voru málin rækin hvert á fætur öðru. Og tókstu eftir að það var engin með Evrópusambandið? Engin með Evrópusambandið og engin með gjaldmiðlamál. Já. Hvorugt. Já, þetta er alveg hárrétt. Ég beið eiginlega eftir þessari spurningu. Já, ég ætla að varpa þessu bara myndi, ég bara gerði það ekki. Já. Ég var eftir að örugglega fá einhverja myndi hérna og eftir hjá þér, alveg örugglega. En þetta er hluti af því að við vorum að byrja, svo kemur fólk, það var meðal annars í hérna Firðinum, þau erum ekki bara í hálftíma, við vorum í einhverja 3 tíma og þá kemur fólk og segir, heyrðu, er ekki alveg öruggt að þið ætla að standa við það sem að þið segið varðandi Evrópusambandið, svo eru aðrir sem segja, við viljum bara stöðugan gjaldmiðil ekki þessa vexti og svo framvegis. Það búið að krossa þarna við þetta var í upphafi ekki snúa út úr, þú getur alveg þetta og hlegið aðeins og ég er alveg viss um að þú og Andrés Magnússon þið að fengi bakföll að sjá þessa mynd. Svo fer maður í Borgarnes. Hann fékk brjósklos út af þessu. Já, hann fékk brjósklos út af þessu. En við vorum ég og Jóngnar fórum meðal annars keyrðum vestur núna daginn og komum við í Borgarnesi og það sem að kom okkur óvart þar að helmingurinn af spurningunum var gjaldmiðlinn og Evrópusambandið. Við sagði, hvað er að gerast þetta í Borgarnesi? Að því auðvitað er það þannig að þetta er ekki, já eða það, því að auðvitað er það ekki og við vitum það alveg, helmingur þjóðarinnar eða 55% þjóðarinnar vilja klára aðildarviðræður við Evrópusambandið. Við höfum skoðanakannanir við því. Fólki er hins vegar ekki að setja þetta efst á dagskrá hjá sér. Það sem að fólki er að setja efst á dagskrá eru verðbólguvextir, eru húsnæðismál, eru menntamál og biðlistar í heilbrigðiskerfinu. Fólk er að setja atvinnumál og velmegun. Geturðu nefnt mér eitt hagkerfi í Evrópu sem er á blúsandi siglingu eða er að ganga betur heldur en hið íslenska innan Evrusvæðisins? Já, til dæmis Holland gengur mjög vel. Írland, ef að fara yfir hagvöxtin á Írlandi frá því að Sjálfstæðisflokkurinn fór í ríkisstjórn hérna, það búið að vera 130% að hagvöxtu það meðan hann hér hefur hann verið 20%. Þetta segja frá 2013. Já, frá 2013. Já, það er ríki sem er að koma úr mjög slæmri stöðu. Þú ert að spurja einhverja tölur, þú veist á einhver hagsvæði og ég bara að svara. Þetta eru frábæra tölur og kemur vel undirbúin sem er nú meira að segja má flesta. En ef við Pólland 40%. Það er þróunaríki sko.
Já, það gekk í Evrópusambandið. Þú veist hver meðallaun fólks í Póllandi. Já, en ég að segja að þau að taka skref fram á við. Það betra að fara áfram og upp heldur en fara, þú veist, niður og bara enn eða. Veistu hver munurinn á þjóðarframleiðslu á manni í Póllandi versus Ísland? Nei, segðu mér. Nei, við förum yfir það síðar. Hann svakalegur. Hagvöxtur á þessu árabili sem þú nefndir frá 2013 til 2023. Þú séð myndir þetta. Hagvöxtur á Íslandi 41%, 27% í Bandaríkjunum. En 16% inn á evrusvæði. Þetta ekki til margs gjöful fiskimið fyrir almenning að sækja. Veistu það sem ég var að segja á þann. Það eitthvað til sem heitir evrópskir vextir. Það ekkert til sem heitir evrópskur hagvöxtur. Þú getur lesið alls konar í meðaltöl, þú getur gert það. Það vegna þess að það efnahagssamdráttur í Þýskalandi. Það allt í Helsingi, Ítalíu, Grikklandi, það mjög erfitt í Portúgal. Núna og það einmitt umhugsunarefni fyrir okkur að hvert Þýskaland að fara og ekki síst núna þegar við erum að sjá hugsalega og líklega með stjórn Trumps að þá verður viðskiptastríð, það verður tollastríð. Og þá verðum við Íslendingar að gæta vel á okkur hvar við verðum að því að fyrir okkur með alla okkar útflutningsvörur og atvinnuvegi þá skiptir máli að við höfum aðgang að frjálsum opnum markmiðum. Við þurfum að gæta okkar að því maður veit ekki hvernig þetta allt saman með þróast en við skulum bara tökum þá bara Færeyjar sem er bara hérna næsta land við okkur. Þar hagvöxtur verið meiri heldur en hér. Það vegna þess að þetta pínulítið land sem að fekk laxeldið upp í hendunar og eina ástæð þess að Færeyjar standa sig vel gríðarlegur vöxtur í laxeldi og sem frábært. Já. Það minna atvinnulegs í Færeyjum. Það eru lægri vextir í Færeyjum. Það meiri hagvöxtur í Færeyjum. Og það lægri verðbólga. Það út af þú veist, það fábreyttari atvinnuvegi það, þess þá heldur, sko, við erum með fjölbreyttari atvinnuvegi hér. Það út af því að þeir fengu þetta upp í hendurnar. Það að segja laxeldi sem við erum reyndar að fá núna líka. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, leyfði sér fyrir nokkru síðan að blanda sér inn í umræðuna hér og bent á það að vextir hér væru mun lægri ef að laun hefðu þróast hér með svipuðum hætti og annars staðar í Evrópu. Daði Már Kristófersson, varaformaður Viðreisnar, sem að reyndar bara frábær maður, í fullu starfi bara sem prófessor upp í Háskóla Íslands, hann ekki að blanda sér í atvinnupólitíkina, hann brást ókvæða við og sagði orðrétt að sennilega ætlar hann að bjóða sig fram einhvers staðar og það honum auðvitað heimilt þegar hann nefndi þetta Ásgeir Jónsson. Ásgeir var að benda á þá staðreynd að á árunum 2008 til 2019 þá hækkuðu laun á Íslandi 84,4% að meðaltali en innan Evrópusambandsins nam hækkunin 28,7%. Finnst þér það málefnalegt að Daða Má Kristóferssyni að hnýta í seðlabankastjórann þegar hann að vísa í tölulegar staðreyndir af þessu tagi? Finnst þér ekki eðlileg ályktun að draga að vextir hljóta að vera hærri og verðbólga meiri í landi þess að laun hækka 84,4% versus 28,7%. Ég held að sé hluta því sem að meðal annars að Daði að benda á að þegar við erum að tala stöðuga gjaldmiðil og ég held stundum að það sé það sem að gömlu flokkarnir óttast og svolítið kerfið líka og hérna reyndar Ásgeir Jónsson hefur líka í mörgum greinum sem hann hefur skilað í gegnum tíðina að krónan sé skeikull veikur gjaldmiðill, það ýmsar greinar og skýrslu sem hann hefur skrifað, en það eitt, það annað. Það sem að ég held einmitt að við þurfum með stöðugum gjaldmiðil, það sárlega ægi í fjármálum. En evran ekki stöðugu gjaldmiðil? Þú varst enda við að segja, hún hefði haldið sér áðan, hefði verið bara nokkuð hérna á sama stað. Evran? Já. Nei, ég var að segja, evran hefur verið óstöðugur í gjaldmiðil á síðustu árum. Það sem að evran færir okkur, stöðugur gjaldmiðil, að jafna því. Þú veist, við erum, það sama hvað bara ekki stöðugur gjaldmiðil. Stefán minn, það sama hvað, ef þú skoðar alveg aftur í tíman, Íslendingar og íslenska krónan, við erum alltaf að borga alltaf 3 sinnum hærri vexti heldur en annars staðar. Við erum alltaf með hærri og viðvarandi verðbólgu heldur en annars staðar. 3 sinnum meira hagvöxt, við hækkun laun 3 sinnum meira heldur en hina þjóðirnar. Er það ekki orsakavaldurinn frekar heldur en gjaldmiðil sem að þið kennið allt sem aflaga fer? Hvað kemur á undan ekki það hæna? Við þurfum með stöðugum gjaldmiðil. Gjaldmiðilinn endurspeglar bara verðmætin í hagkerfinu. En þú verður samt að hafa aga á öllu systeminu, sko. Og það ekki ægi hér heima. Hvernig ætlar að ná aganum í ganga þessu ríkisfjármálum? Við erum búin að vera frá náttúrulega lýðveldisstofnun við erum ekki búin að vera með þessa vonlausu fjármálaráðherra eins og gefur til kynna þegar þú skoðar þróun og verðmæti krónunar. Friðrik Sophusson, frábær. Frábær.
Alveg bara allt saman frábæri menn. Bjarni? Já, þess þá heldur. Það segir mér Stefán Einar, að eigum við ekki að leita þá að rótum vandans. Eigum við ekki að gera það. Fannst þið Steingrímur J ekki frábæri fjármálaráðherra? Þú veist, ég skal ræða við það, eftir. Þú veist, við slökkum á vélunum. Það sem við erum að segja, förum núna að skoða rót vandans. Frá Lýðveldisstofnun og fram til dagsins í dag, þá hefur verðgildi krónuna rýrnað 97%, 8%. Og hagvöxtur verið hér miklu meiri, atvinnuleysi minna, hér séreignarstefna, hér drýpur. Ég held að það sem við, Seðlabankastjóri, við getum verið sammála að það að við þurfum vinnumarkaðsmódel sem virkar með meiri aga. Og þá hættu að hækka laun þrefalt á við það. Já, þá kemur að þeirri setningu sem að framámaður hjá samtökum iðnaðarins sagði eitt sinn við mig þegar var verið einmitt að ræða þessa miklu launahækkanir umfram það sem að í rauninni hagkerfið hefur efna á. Því við verðum náttúrulega að vera með verðmætasköpun sem stendur undir þessu. Að þá sagði hann bara að Þorgerður, þegar þú ert með ónýta gjaldmiðil þá þarf það að vera rausnarlegur. Og það bara hinn bitri kalleikur, sko. Þannig að þess vegna spyr ég hvort kemur á undan eggið eða hæna. Orsakasamhengið augljóst í þessu. Getum við fallist á það ef að Bubbi kemur á þessu nýja vinnumarkaðsmódeli í gegnum alþjóðasambandið og vinnumarkaðinn og ef að þið náið böndum á útgjöldum ríkissjóðs sem leiðir til þess að vextir lækki hér dramatískt sem að flestir hagfræðingar og sammála myndi gerast. Það eru allar aðstæður til þess að taka úr stöðugan gjaldmiðil í kjölfarið. Og hvaða gjaldmiðil ætti það vera? Já, við hefum bara að klára aðildarviðræðurnar. Það er ekki stöðugur gjaldmiðill, það er það sem ég er búin að vera að tannast á hérna. Eigum við ekki að leyfa þjóðina að ákveða það? Jú. Þú veist, ekki þú, ekki ég, ekki Bjarni Ben eða Sigurður Ingi. Þú vilt reyndar ekki halda þjóðinu upplýstur það hvort þú setur þessi skilyrði, hvort hún fái að taka afstöðu til þess eða ekki. Ég vil gjarnan að þjóðin veit það að ég vil þessa... Þjóðin veit það ekki vegna hún er algjörlega í myrkrinu eftir þetta svarið þér náða. Nei, Stefán, það er bara þú ert pirraður að ég svar ekki já eða nei. Ég ætla eins og allir aðrir stjórnmálamenn að gera allt til þess að vera með þannig leikkerfi að það sem að þú setur á oddinn að þú náir því í gegn. Já. Þannig að þetta er bara... Ég er pirraður fyrir hönd þjóðarinnar sem vill fá svör við já og nei spurningu. Þjóðin vill ekki að þú eða ég eða Bjarni eða samtök fyrirtæki sjávarútvegi eða Sigmundur Davíð ákveði það hvort hún eigi að fá að ráða svolítið örlögum sínum og ekki síst er þetta kynslóðmál. Þetta er mál fyrir unga fólki. Og þú er bráð ungur, þú ætti að fagna þess að fá tækifæri til þess að þetta silfur. Látt ekki svona. Ingibjörg Sólrún sagði einu sinni þið eruð ekki þjóðin. Ég tek undir það með henni í sambandi við þetta. Heyrðu, hagræðing í ríkisrekstri. Það er 60 milljarðar halli á ríkissjóði á næsta ári, hann verður 70 milljarðar í ár, menn héldan er því 41 milljarðar, þeir reyndar eru bara algjörlega í myrkrinu, virðist vera hann í fjármálaráðuneytinu. Bara nokkrum mánuðum ef þetta farið svona. Já, hvernig ætlar þú að ná, þú ætlar ekki að hækka skatta? Nei. Það er alveg, þú ætlar ekki að loka hinu svokallaða EHF-gati og það. Hvernig ætlar að... Við skuldum þjóðinni að fara aðra leiðir. Já. Það er búið að vera það mikið álag á ekki síst heimili landsins með gríðarlegri vaxtabyrði og vaxtaþyngslum. Setur það sem skilyrði fyrir stjórnarmyndun að skattar verði ekki hækkaður? Ég mun koma með áætlun það að við getum fara aðra leiðir heldur en að hækka skatta. Og verður hún skilyrði fyrir stjórnarmyndun? Við höfum sagt og við ætlum ekki að lofa skattalækkunum en við lofum því að hækka ekki skatta. Þetta var löng leið að einföldu svari. En hvernig ætlaði að brúa þetta 20 milljarða gat í ríkisrekstrinum? Og menn segja, við ætlum að vaxa út úr þessum vanda. Þetta er sífellt sagt. Það er alltaf, og þess vegna er svo sárgrætilegt að núna þegar verðbólgan hefur verið svona mikið, að því mikil verðbólga eykur líka tekjur og tekjustreymi til ríkissjóðs, að það hafi ekki verið notaður þessi tími til þess að lækka skuldir ríkisins og haga rekstrinum með ábyrgari hættu. Ok, í fyrsta lagi ætlum við að fara í það að fara yfir opinber innkaup. Við erum búin að vera að rýna bæði ríkisreikning, fjárlögin, þekkjum ágætlega til stofnanastruktúrsins og við segjum við getum sparað 8-10% í opinberum innkaupum. Það eru 25 milljarðar. Í öðru lagi, og það segja mér og ég hef verið með marga, fallega finnst mér við Viðreisn að við erum pínlítið nördaflokkur. Ég ætla ekki að setja mig inn í að því ég er bara ekki það klár eins og þeir góði menn sem að Jón Gnarr sagði reyndar einu svona að verið nörd en að sé það ekki lengur. Já. Kannski eina nördi sem einu maður sem ekki nörd í Viðreisn. Ég get alveg, já, kannski það. En allavega það hefur verið skoðað sérstaklega nokkuð sem heitir fjárstýring. Við erum að sjá það að
allar þessar 100 stofnana eða 20 stofnana, ríkisstofnana á annað 100. Já, sem að hægt að fækka að það, og við byrjum náttúrulega talandi það, ég skal bara koma því á eftir að þær liggja vist með 100 og jafnvel 20 milljarða á bankabókum á lágum vöxtum. Það engin hvati fyrir þær að reyna að hámarka vextina því að 10 milljarð? Já, mér skilst að það séu margir 100 reikninga á vegum stofnana sem bara dreift inn á bankana. Það sem ekkert endilega verið að ávaxta það með bestu kjöru. Það sem verið að segja við mig, það hægt að ná betri samræmingu í það að ávaxta þetta og gera betur því að það ekki hvati fyrir stofnanirnar, skilst mér, til þess að skila þessu af því að þau þurfa alltaf að skila þessu ríkissjóð. Það ekki, þær fá ekki ávinningin. Þannig að mér skilst að með betri samræmingu sé hægt að ná miklu hagræði þarna, upp á einhverja milljarða. Þannig að við viljum fara í meiri og betri fjárstýringu með fjármagnstofnana og það á að vera hægt. Þetta kunna mér fróðari menn og við munum vera með áætlun þar. Hvaða stofnunum á að fækka? Og síðan það, já, það þarf að... Vilt þú loka mannréttindastofnun sem var verið að setja á? Já, það sem skiptir máli, við erum nýbúin að samþykkja hann og það sem skiptir máli að við reynum og við í Viðreisn við höfum lagt áherslu á það að löggilda samning Sameinuðu þjóðanna fyrir réttindi fatlaðs fólks. Þetta var ein leið, þetta var svo leið sem að ríkisstjórnin ákvað. Ég hefði gjarnan vilja sjá eina umferð tekna hvort að við hefðum getað farið aðra leiðir með því að fækka stofnunum og gera eina stóra. En við eigum að fara í einföldunarkerfinu. OECD er margoft búin að sýna það að einföldunarkerfi getur þýtt 1,5% í hagvexti. Hvaða stofnanir eru þetta? Þetta eru 160 stofnanir og við bara förum yfir það þegar við komum stað. En við höfum sagt að við munum byrja á því að fækka 2 ráðuneyti. Og sumir segja þetta sé mjög óskynsamt af mér að segja þetta. Ég vil bara aðrir flokkar viti það að eitt af því fyrsta sem við ræðum að sameina ráðuneyti og fækka ráðuneyti. Við munum þurfa að fara á örugglega skipta skoðanir hvaða ráðuneyti, ég ætla ekki að fara út í það, en það er vel hægt. Það hafa verið ríkisstjórnir í gegnum tíðina með 8 til 10 ráðherra og við erum einfaldlega að segja, þetta kostar einhverja 3 milljarða yfir, þetta ekki stærstu fjárhæðirnar, en þetta bara svo tákgrænt. Þetta eru 160 stofnanir, þú hlýtur ekki að nefna eina sem þú vilt ekki nefna. Þetta er tákgrænt fyrir það að við ætlum að fara markvisst yfir í það að fækka öðrum stofnunum. Ég ætla ekki að fara út í það að nefna það þar, ég get bara hins vegar sagt, við munum fækka stofnunum, við munum einfalda kerfið. Húsnæðismál, verðbólgan sem að þú talar Það eru margir sem vilja meina að megin orsakavaldurinn, og við reyndar sjáum það í tölum, sé húsnæðismarkaðurinn sem að hefur verið í, sem ég segja, kreppu, í ólægi allavega. Þegar ég skoða stefnu Viðreisnar í sambandi húsnæðismál, að þá er ekki minnst einu orði á lóðaskort í Reykjavík og helsta yfirlýsingin er svo að það er að byggja meira á landsbyggðinni. Ætlið þið að fara að ákveða hvar fólk á að búa? Nei. Bara alls ekki. Og það við sjáum þá tölum, opinberu tölum, að síðast áratuginn hefur húsnæði aukist 18% í Reykjavík, 30% í öðru sveitarfélagunum í kring. Ef að Reykjavík hefði fyllt í spor þeirra sveitarfélaga, þá væru 6.000 fleiri íbúðir hér á höfuðborgarsvæðinu. Af hverju er ekki minnst einu orði á þetta í stefnu Viðreisnar? Það eru 4.500 íbúðir í byggingu núna á Stór Hafnarfjarðar höfuðborgarsvæðinu. Það eru 12.000 íbúðir sem bíða og eru samþykktar nú þegar í deiluskipulagi. Stóra málið í þessu er náttúrulega vaxtaumhverfi sem við búum við. Það er lóðaskortur í Reykjavík, það kvarta allir verktakar undan þessu og þegar að lóðir eru skipulaðar þá eru það seldar á uppsprengdu verði. Við höfum séð það í túnfætunum á Öskjuhlíðinni, við sjáum þessu gríðalegu innviðagjöldum eins og í Vogahverfinu. Spurningin er þessi, það eru allir sammála það, nema mögulega Dagur B. Eggertsson, að en helsta ástæðan fyrir þessum vanda sé hvernig Reykjavík hefur haldið á þessari ofurþéttingarstefnu. Af hverju er ekki minnst orði á stóra bleika fílinn í postulínsbúðinni, stofunni, í stefnu Viðreisnar? Kann að vera það sé vegna þess að Viðreisn hefur verið í meirihluta í borginni síðan 2018? Þú getur sagt alls konar hluti. Það sem að við sjáum hins vegar að það eru 12.000 íbúðir sem er búið að samþykkja á deiluskipulagi. Það býr enginn í þeim húsum? Nei, en það ákveður ekki farið í þar. Af því að verktakar, ég veit ekki hvað þú ert búin að vera að gera undanfari. Er þetta 12.000 íbúðir í Reykjavík?
Í deiluskipulagi á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu, í deiluskipulagi á höfuðborgarsvæðinu, en ég er að spyrja Reykjavík sérstaklega. Af hverju er ekki minnst á Reykjavík? Bara af því Reykjavík hún ekki alltumlíkjandi þarna í stefnunni hjá okkur. Það sem að skiptir máli, Stefán. Ef að Reykjavík hefði staðið sér í stykkinu eins og hins sveitarfélögin, þá væru 6.000 fleiri íbúðir. Reykjavík bara búið að standa sig alveg ágætlega í þessu. Nei, 18% versus 30% er ekki ágætt. Stefán, Reykjavík, hún hefur staðið sig ágætlega og það reyndar svolítið gaman að því ég á stóra fjölskyldu bæði í Bandaríkjunum sem að kemur hérna yfir, er búin að koma hérna yfir áratugaskeið en líka í Noregi og það gaman að sjá viðbrögðum þegar þau koma og sjá og þau segja eiginlega það sama, ólíkar fjölskyldur, hvað skemmtileg þróun sem hefur átt sér stað hér í Reykjavík og ég orðin pínu þreytt á því þó að ég ekki að tala að ekki gagnrýna Reykjavík, hvað góður, það má örugglega gera það. Ég vil ekki minnast á hann eins. Heyrðu, það má örugglega gagnrýna margt sem hefur verið gert. Það segir í stefnunni að það að losa ríkislóðir til þess að byggja 2500 til 3000 íbúðir, það er ekki minnst einu orði á vandan sem að Reykjavík hefur skapt. Já, ég tel að mjög mikilvægt að segja að við eigum ekki að hvetja ríkið til þess að halda áfram. Ég ekki að segja neitt, ég bara að segja, mér finnst stórfurðulegt að lesa stefnu ykkur húsnæðismál og þið bara minnist ekki einu orði á stóra vandamálið í jöfnunni. Ég tel að við þurfum að byggja meira. Það þarf meira frambúð á lóðum. Hvar sem á landinu. Það er mismunandi aðstæður á landsbyggðinni, sumstaðir ekki lóðaskortur, sumstaðir lóðaskortur. Hér á höfuðborgarsvæðinu hefur margt gott áunnist. Mjög margt gott áunnist í þróun borgar, þróun byggða, bæjana í kringum Reykjavík, það er margt gott gerst þar. Þetta eru mörg orð það, en ekki vandamáli sem að ég er að benda og þú ert að meina, þú fullir að Reykjavík sé ekki valdur að þessum húsnæðisvanda. Ekki ein og sér, bara alls ekki. En af hverju ekki minnst á það í stefnun? Það margt sem að gott sem að gerst hefur, minnst á Hafnarfjörð, ef það er ekki minnst á Hafnarfjörð. Hafnarfjörður hefur byggt eins og engi sem morgundagur. Hafnarfjörður, já, ég elska Hafnarfjörð og margt gott gerst þar. Þetta snýst ekki um það. Nei, en það sem að ég náttúrulega, að því ég bý í Hafnarfjörði, við erum samt skuldasettasta sveitarfélagi, við erum samt með mestu skuldir per íbúa, talandi stjórnum sem hefur verið undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Þannig að það er hægt að tína ýmislegt til. Nei, þetta er bara allt og líkjandi. Má ég ekki tala skuldsetta Hafnfirðinga? Jú, við getum rætt að það er skuldahlutfallið fer lækkandi. Það fer lækkandi, það er samt hæst á svæðinu. Og mér langar til að nefna því að þeir eru líka með mjög metnaðarfullt markmið að eyða biðlistum barna og þeir eru að nefna aðgengi að sálfræðiþjónustu og annað í þeim dúr. En það er hvergi minnst á það í þessum biðlistum hvernig komið fyrir barnafjölskyldum í Reykjavík. Ég fór inn á hins svokallaða leikskólareikni sem að borgin er búin að koma upp, sem átti reyndar að vera í sumafríi til 1. desember, samkvæmt heimasíðunni, þeir eru búin að opna hann aftur og ég fór og setti þannig nokkra forsendur til að átta mig á því. Ef ég ætti barn sem að væri 1 árs núna, fætt í nóvember í fyrra, 2023. Hvað mér langar í meiri börn þegar þú talar svo. Heyrðu, þá kemur þú myndir ekki að leiknast fleiri börn þegar þú sæi niðurstöðurnar úr þessu leikskólareikni. Haustið 2025, þar sé árið þegar þú ætlaðir að banna bensín- og dísilbílan hætt við. Gott þú ert að meðtaka það. Þar sé ég að minn besti séns á komin barni, það er bara, ég yrði nú með 4 á biðlista inn á Berg á Kjalarnesi. Af hverju er hvergi minnst á það í stefnu ykkar að útrýma biðlistunum á leikskólanum í Reykjavík, þar sem allt er í klessu. Þetta er á hvínandi kúpunni þetta kerfi. Á meðan að menn er að ná tökum á þessu í Kópavogi, í Garðabæ og sennilega inn í Hafnarfirði. Bæna sem þú elskar svo mjög. Já, er það. Það sem að mér finnst náttúrulega áhugavert hvernig þetta er, og þú setur þetta fram, það sem að mér finnst vera stóra málið er meðal annars samskipti ríkis og sveitafélaga. Þetta er risaverkefni hvernig við leysum það að brúa bilið á milli fjölskylduna. Þetta er ekki bara bundið við Reykjavík. Þetta hefur verið viðvarandi viðfangsefni. Við sem hefum verið í pólitík, við höfum alltaf þurft að reyna að leysa þetta. Hinn sveitafélögin er að gera eitthvað í að breyta þessu. Nei, þau eru að gera mjög misjafnt. Stóru sveitafélögin er að þessu. Ég er bara að nefna að líka Reykjavík er að taka, þetta eru erfiskref og því má gera betur. Barnafólkið í Reykjavík sem að þið sækir mikinn stuðning til. Það horfir upp á það, ef það eignaðist barn í nóvember í fyrra, að þá kemst það inn næsta haust. Þetta er algjörlega óviðunandi staða og þess vegna spyr ég, og ég er að spyrja í samhengi við húsnæðismálin, að þið eru með stefnu, með metnaðarfullu markmiðum, en þegar kemur að stórum vandamálunum sem að Reykjavík hefur skapað með óráðsíu og óstjórn,
þá beinið þið bara blinda augan að því. Á hverju þið svona með Reykjavík á heilanum? Það er langstærsta borgin, hún hefur stefnumótandi áhrif en það er eins og að Sjálfstæðisflokkurinn og fjölmiðlamenn allavega Morgunblaðinu að þið getið ekki rætt landsmálin öðruvísi en að benda á Reykjavík. Þið getið ekki rætt landsmálin, benda ekki á Reykjavík og þið segið í húsnæðismálunum við ætlum að byggja meira á landsbyggðinni. Staðreyndin er svo að fólkið vill búa í Reykjavík en þið segið, en frjálslynda fólkið segir við ætlum að byggja meira út á landsbyggðinni fyrir ykkur. Fólkið er ekki að biðja það. Ástæðis að húsnæðisverði í Reykjavík eins og það er einmitt vegna þess að fólkið vill búa hérna. Ertu ekki bara búin að ákveða þetta allt saman sjálfur? Fæ ég nokkuð að koma að staða þetta? Ég hefði alveg getað aðstoðað ykkur með þessa stefnu. Mér finnst þetta mjög klaufalegt. Nei, ég er bara ekki sammálaður. Það er margt gott bæði að gerast í Reykjavík og öðrum sveitafélögum. Er hægt að gera betur? Já, það er hægt að gera það. En af hverju viljið byggja meira á landsbyggðinni en ekki í Reykjavík? Bæði. Þið nefnið það einhver orði hér. Bara bæði. Þetta er örugglega landsbyggðarhluti Viðreisnar sem að undirstrika það að við viljum að það sé byggt rausnarlega og vel allstaðar. Er hægt að gera betur á höfuðborgarsvæðinu? Já, á öllu höfuðborgarsvæðinu. Er hægt að gera betur fyrir barnafólk? Já, ekki spurning. Ég er að benda þér á að á höfuðborgarsvæðinu almennt fyrir utan Reykjavík hafa menn byggt 30% en 18% í Reykjavík og þú segir Reykjavík er að standa sig mjög vel. Tölurnar tala öðru máli. Ég er að segja það er 4.500 íbúðir í byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Þar af 3.000 og eitthvað minnum í Reykjavík. Það eru 12.000 íbúðir sem eru samþykktir í deiliskipulagi. Af hverju ekki verið að fara af stað? Það er út af verðbólgu og vöxtum. Og allir, ég er búin að tala ekki bara við 1 og ekki 2, ekki 3 verktaka, allir segja þetta er út af vaxtastiginu. Það er fullt af lóðum sem hægt er að fara af stað með, hvort sem er í Reykjavík, Hafnarfirði, Garðabæ eða jafnvel meira sig út á Nesi, sem er með takmarkað í byggingaland. Þannig að, jú, er hægt að gera betur. Ég ætla aldrei að segja að það sé ekki hægt. Ég held að Hjálmar Sveinsson sem er í meirihlutanum, hefur lengi verið í meirihlutanum í Reykjavík, sagði einhvern tímann í viðtali við okkur að einbýlishúsalóðir í Reykjavík væru hilluvara hjá borginni. Það kom í ljós þegar við könnuðum málið að það var ekki einasta lóð í boði. Þannig að menn geta talað lóðir í boði, en þær eru ekki í boði. Sko, Stefán, það sem að Þeir vilja ekki stækka byggingarland í Úlfarsárdal. Sko, það sem að mér finnst, það er mín skoðun, er að við þurfum alltaf að finna rétta jafnvægi í þetta. Og stundum er þetta hér og stundum er þetta hér. Við eigum að reyna að halda áfram að reyna að finna jafnvægi. Jafnvægi á milli þéttingar og það að fjölga íbúðum annars staðar. Þannig að ég held að stundum gengur það vel, stundum ekki eins vel, en ég held að stóra myndin er svo að það er risavaxin viðfangsefni í samfélaginu. Okkur hefur fjölgað mjög mikið, það náttúrulega hefur ekki verið rekin hérna almennilega atvinnustefna sem að gerir ráð fyrir því hvernig íbúðaþróun hefur verið. Ég hefur ekki viljað stemma stigu við flóttamannavandanum sem hefur gosið hér yfir okkur, ekki síst í Keflavík en inn í Hafnarfirði og Flestur. Það er bara ekki rétt hjá þér. Ég hef einmitt verið að benda á að því að ég á nú rætur að rekja til Keflavíkur og ég... Hvaða afstöðu tókuð þið í sambandi útlendingalögin í vor? Við tókum það afstöðu að við greiddum atkvæði með það sem að þurfti að hraða málsmeðferð en við dróum línu í sandinn þegar kom að börnum og þar sátum við hjá. Við vildum ekki að það yrði gengið á þau réttindi sem að við höfum skuldbundið okkur samkvæmt alþjóðasáttmálum. Þannig að svo lengi sem að flóttamennirnir komu með börn að þá ætlaði ekki að taka mál á. Þetta er náttúrulega útúrsnúningur. Þetta er bara útúrsnúningur hvað þetta varðar. Það sem við erum að segja og ég er nýkomið frá Keflavík meðal annars frá lögreglunni á Suðurnesjunum að það vantar betri stjórnun og það er eiginlega ótrúlegt að það er ekki frá ríkisstjórninni komið, heldur það er lögreglustjórinn sjálfur á Suðurnesjunum sem fer og tekur svolítið til hendinni. Þið sátu hjá í sambandi við þess atkvæðagreiðslu. Við erum ekki með ríkisstjórnina, við erum ekki með stjórnina. Þið þurfum að taka ábyrga afstöðu til mála þegar þau komu upp, sérstaklega þetta varðar útgjaldalið sem hefur kostað hér 28 milljarða á einu ári. Já, það er gott þú nefnir það, af því að það vill svo til að það er sami flokkur sem er ekki bara búin að fara með dómsmálin, heldur líka fjármálaráðuneytið meira og minna frá 2013. Mér finnst svo skrítið að hafa ekki viðvörunarljós blikkað þegar málaflokkur fer umhverju 500 eða 800 milljónum upp í 30 milljarða. Að það sé ekki fjármálaráðuneytið sem hefur neinn tæki, það er ekki dómsmálaráðuneytið, en hvað er gert? Það er vonda stjórnarandstaðan sem að klikkar á þessu. Hvers konar fólk er þetta sem er í ríkisstjórn? Þeir verða að svara fyrir þetta. Við vitum hvernig þessi ríkisstjórn hefur gengið. Þetta er hluti af því að það þurfa að mynda samhenta ríkisstjórn. Það er það sem þarf að gera. Talandi jafnvægi og frjálslyndi. Þið stóðuð fyrir í Viðreisn fyrir setningu laga jafnlaunavottun og jafnlaunastaðal. Hann tók gildi 1. janúar 2018.
í þeirri vinnu var ekkert mat lagt á kostnað fyrirtækja og stofnana við innleiðingu staðalsins. Nú er komið í ljós að þetta hefur kostað atvinnulífið 20 milljarða króna og mun halda áfram að tikka. Meðalkostnaði fyrirtækja 16 milljónir. Og niðurstaða rannsóknar við Háskóla Íslands, sem var unnið þar við þá virðulega stofnun, er svo að þetta hefði engu skilað. Engu. Og þá er spurningin, ykkur er tíðrætt frjálslyndi, ykkur er tíðrætt samkeppnishæfni sem að sé mikilvægt að auka á og samt er það skikka hér fyrirtæki, allir atvinnurekendur sem ég tala við og allir endurskoðendur sem ég tala við sem hafa ekki beinlínis kostnað því að pumpa peninga út úr fyrirtækinu með þessum staðli, segja þetta er algjört rugl. Sko, það er alveg rétt hjá þér að Viðreisn er mikill jafnréttisflokkur og við setjum Ég sagði það ekki. Já, þú ert óbeint að segja það. Þá ætla ég bara að túlka þessi orð. Þú fullyrir það bara. Já, ég fullyrir það að Viðreisn er mikill jafnréttisflokkur og við erum alltaf með radaran úti hvernig við getum undirbyggt jafnrétti sem flestum stöðum. Og við erum líka með rannsóknir, alþjóðlega rannsóknir sem sýna það sem er jafnrétti og það sem er mikið jafnrétti. Þar er samkeppnishæfi meiri. Samkeppnishæfi þjóða eykst með auknu jafnrétti. Þannig að það fer saman. Við í Viðreisn, við höfum hins vegar alltaf sagt að því þetta er mælikvarði, jafnlaunavottunin, að ef að mælikvarðin er ekki að virka, að þá einfaldlega er honum breytt, þá er hann endurskoðaður. Og þetta er ekki eitthvað sem að kom, þú veist, við megum heldur ekki gleyma þegar við samþykjum þetta, að þá erum við til að mynda síðan með fjármálaráðherra strax í byrjun árs 2018 og 2019 í He4C að þá var sjálfstæðisflokkurinn til í að veifa þessu alveg út um allt. Við erum bara ekki að ræða sjálfstæðisflokk, ég er að tala hér á lagasetningu sem að þið töluðu fyrir og þið talaðu fyrir. Launarannsókn Hagstofunnar sýnir að árun 1998 til 2015 hækkuðu laun kvenna 30% umfram meðaltali hjá körlum. Þetta var allt á leiði rétta átt. Þessi staðall hefur sýnt sig að hann virkar ekki, hann er engu skilað en kostaði atvinnulífi 20 milljarða ætlar að halda í þennan staðal. Það sem að einmitt við höfum í Viðreisn sagt gott og vel, við heyrum þessa gagnrýni. Nú er ríkisstjórn búin að vera í 7 ár og núna svona að loka með... Nú ert þú að leiðin í ríkisstjórn? Já, vonandi. Hvað ætlar að gera við jafnlaunavottun? Já, við ætlum allavega að láta skoða þetta. Það er búið að skoða þetta, kostar 20 milljarða, 16 milljóna meðaltali. Við erum með ríkisstjórn sem er búin að vera hérna í 7 ár og svo kemur alltaf inn eitthvað gagg hjá sjálfstæðisflokknum í lokin að þau þurfa að gera hitt og þetta, af hverju beita þau sér það ekki? Og við erum alveg skýr, Stefán. Sjálfstæðisflokkurinn er ekki hér við borðið, ég er bara hérna að tala við því í prívat og persónulegu trúnaði. Hvað ætlað þú að gera með jafnlaunavottunina ef að þú kemst í ríkisstjórn? Við munum alltaf standa vörð um jafnrétti. Ef að það er eitthvað að mælikvarði, leiðum við að klára. Atvinnulífið spyr, hvað ætlað Þorgerður Katrín, næsti forsætisráðherra Íslands, að gera varðandi jafnlaunavottunina? Ertu sátt við þetta hafi kostað 20 milljarða og engum árangri skilað? Ef að það er þannig að mælikvarðin er ekki réttur og hann er ekki góður, þá sjálfsögðu skoðum það. En þetta er líka þannig að jafnlaunavottunin, hún spratt ekki upp úr einhverju tómarúmi. Þú þekkir það nú sjálfur. Þú skrifaði nú sjálfur grein hérna nýtt vopn í jafnréttisbaráttunni jafnlaunavottun. Ég bjóð til jafnlaunavottun á sínu tíma, en það var aldrei ætlunin að skikka. Mér finnst það frábært, ég ætla að gefa þér þetta. Ég á eintaka af þessu blaði. Áttu eintaka af þessu blaði. Þetta er þetta frábær grein. En það sem ég er að segja, í þessum hugmyndum sem ég varpaði fram og er gott að sé... Heldur það sé ekki hlustað á því? Jú, og menn gerðu það, þeir kusu mig formann. Og reyndar útseinna, en þar var aldrei talað fyrir því að það ætti að lögfesta þetta og leiða kostnað svingað yfir fyrirtæki. Og þess vegna spurningin... Eigum við að vera sammálið það að ef að mælitæki er ekki að virka, að þá að sjálfsögðu endurskoðum við að það er ekki spurning. Spurningin er hvort við viljum endurskoða. Þetta er gríðarlegur kostnaður sem að dregur úr samkeppnishæfni landsins. Er það ásættanlegt? Eins og ég segi, mælitæki ef það funkar ekki, að þá endurskoðum við það. Ef að mælitækið virkar ekki, þá hendur því. Já. Endurskoðun felur bara í sig. Veistu það, ég hef farið reglulega í eitt innfyrirtæki, eitt stærsta innfyrirtækið á Selfossi, ár eftir ár. Sem heitir Set. Já, og ég hef komið þangað og ég hef rifist alltaf. Alltaf hverju einasta ári hafa þið komið og þeir hafa sett sig í stellingar og sagt, já, Þorgerður, þessi jafnlaunavottun, hún er alveg galin, sko. Síðasta vor, þá sagði ég, við ætlum ekki að tala við jafnlaunavottun. Hún er að virka. Og þeir eru reyndar ekki með marga konur, en þeir eru með marga útlendinga og hún er að virka þar inni sem ákveðu jöfnunartæki.
Gott að vera. Við erum að bera þetta undir þá. Já, þetta var allavega... að skella sig í kalda pottinn með þeim. Já, gerðu það, en þetta var allavega það sem við sögðu síðastliðið vor, að þeir væri ekki til í núna umræðum jafnlaunavottuna því að hún væri að þeirra mati að virka á. Og það bara fínt, sumt þarna örugglega gott, annað sem þarf að skoða, hugsanlega henda, en við að minnsta kosti erum stolt af því við í Viðreisn að við setjum jafnréttismál á oddinn. Eitt rétt í lokin, og við getum ekki eitt miklu tíma, bara svo ég átti mig á því, ég hef mikið rætt við fólk auðlindagjöld hérna á sjávarútveginn og þið viljið innkalla aflaheimildirnar eftir ákveðnu kerfi, Daði Már, allt hans rannsóknar gengur út á þetta. Já, skoða bara stefnuna. Já, þið viljið innkalla veiðiheimildirnar eftir ákveðnum tíma og bjóða upp á markaði til þess að fást rétt verð fyrir auðlindina og annað. Já, við treystum markaðinu til þess að leggja Ein tæknileg spurning sem að ég hef bara prívat og persónulega verið að velta fyrir mig. Viljið þið ekki leyfa fyrirtækjunum að veðsetja aflaheimildirnar? Ef það á að innkalla með þessum hætti, verður það þá ólöglegt samkvæmt því? Nei, sko, ég held að það sem að skiptir mestu máli og það er kannski líka sem að mér fannst sorglegt núna síðastliðnu, sko, þessi 2 kjörtímabil sem að hafa farið að því að það hefur verið unnið til að mynda mjög markvisst með stjórnarskrána. Þú veist, ég og þú held ég erum svipara skoðunar, það grunnurinn sterkur en það er hægt að fara í breytingar á ákvæðum, við sammálum það að setja íslensku í stjórnarskrána og umhverfisákvæði er fínt og það þarf að endurskoða ákveðna parta í svona forsetakafla eða öðrum kafla stjórnarskrárinnar. En mér fannst sárt að sjá að við náðum ekki að koma í gegn auðlindaákvæði. Svona bara eðlilegu skýru auðlindaákvæði með tímabindingu heimilda í stjórnarskráni. Og það finnst mér eiginlega þegar vera stóra máli fyrst er að það verði gerðir tímabundnir samningar. Já, við í Viðreisn, við treystum markaðnum, tímabundnir samningar og þá getur við líka veðsett. Já, þú veist, við erum ekki að breyta kerfinu. Íslenska sjávarútvegskerfið er mjög sterkt, er mjög gott. Þannig að þú heldur að megi veðsetja aflaheimildirnar, þó að þið ætlaði að innkalla þér. Eins og staðan er á því máli, að þá erum við að segja það verður gerðir samningar. Við treystum markaðnum til þess. Við höfum meðal annars sagt, við erum líka tilbúin til þess að skoða, svo lengi sem að samningarnir eru gerðir, að það séu tímabundin aðgangur að fiskimiðum, að þá viljum við meina það að það sé hægt að fara ýmsar leiðir. Til að mynda, Sigurður Ingi setti fram frumvarp á sínum tíma í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 2013 til 16 sem var síðan stoppað henni í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Það frumvarp fól í sér 17 til 22 ára samninga minni mig. Að það hafi verið líka með veðsetningar heimild þar inni, en það var ákveðin fyrirsjáanleiki og ég held að það sem að skipti mestu máli núna því að sjávarútvegurinn, þetta er frábær grein, hann þarf fyrirsjáanleika, hann þarf helst að við hættum að vera alltaf að þessu nutti og nuði. Afstaða okkur í Viðreisn er einföld, já, við viljum hafa þetta 20, 25 ára, 30 ára samninga, hluti fer alltaf upp á hverju sinni þannig að verði ákveðin endurnýjun en það er ekki það sem er að mínu mati og mín skoðun er svo þó að kunna vera einhverjar skiptarskoðanir Viðreisnar varðandi það er að fyrst og fremst að tryggja það að það sé tímabundin aðgangur alveg eins og við lendum ekki í því eins og í frumvarpinu fiskeldi, sjókvíaeldi sem var lagt fram núna hálfu ríkisstjórnar að þar var ótímabundin aðgangur á fjörðunum og menn sáu strax, það er ekki það sem við eigum að gera. Mér finnst það skipta mestu máli í þessu. Þetta var mjög langt svar. Nei, ég geti talað sjávarútvegina því mér finnst þetta svo mögnuð grein. Þetta er líka orðið mjög langur þáttur, ég veit úr mjög tímabundin Þorgerður, þakka fyrir komuna, gaman að spjalla við þessi mál, gangi vel á lokasprettinum, þetta er hörðbarátta og verður verk að vinna að halda fylginu í hæstu hæðum. Ég hlakka til að hitta þið hérna á loknum kosningum og þá förum við yfir það hvort þú hafi sett skilyrði varðandi Evrópumálun eða ekki. Takk fyrir kjalla. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta þriðjudaginn en við verðum hér á föstudaginn með Sigurði Inga Jóhannsssyni. Hann er síðastur af leiðtogum stjórnmálaflokkana til að mæta hér í settið. Við geymum auðvitað alltaf það besta það til síðast en svo munum við fylgja kosningunum eftir inn í kosningavikuna. Fylgist þið með.